síðasta þætti var saga landbúnaðar á Íslandi tekin fyrir en þar hefur mikil þróun átt sér stað í gegnum ár og aldir. Í dag hér að finna fjölbreyttar greinar landbúnaðar. Málsvari bænda þvert á þessar ólíku greinar eru svo Bændasamtök Íslands en höfuðstöðvar þeirra eru í Bændahöllinni svokölluðu í Reykjavík. Í þessum þætti af Hvað segja bændur kynnumst við aðildargreinum Bændasamtaka Íslands. Við hittum Sindra Sigurgeirsson, formann samtakanna og sauðfjárbónda á nautastöðinni að Hesti í Borgarfirði. Bændasamtök Íslands eru stofnunin til alveg frá 1837. Fyrsta félagi sem er svona forveri samtakana hét Hús- og bústjórnarfélag Suðurlandsins og var stofnað 1837. Búnaðarfélag Íslands sem við tölum kannski enn og frekar er stofnað 1899 og Bændasamtökin í núverandi mynd verða til 1995. Markmið samtakana náttúrulega að gæta hagsmuna fyrir íslensku bændastéttina. Í raun og veru svona bæði stéttarfélag bændanna og svona rekur erindi þegar gagnvart stjórnsýslunni og sér að hagsmunir þeirra sem búa á landsbyggðinni og stunda búskap á Íslandi séu í hávegum hafðir þegar menn eru að setja lög og ýmislegt annað. Og við höfum með starfa ábyrgð á kynbótastarfi og leiðbeiningu samkvæmt lögum og erum búin að útvista því í dótturfélög okkar. Meðal annars þar sem við stödd í dag á nautastöðinni að Hesti þá erum við hér með naut sem hérna sent út sæði til kúabænda á Íslandi úr kynbótanautum. Þannig að það er hluti af kynbótastarfinu í nautgriparækt. Og svo eiga Bændasamtökin ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins. Við höfum ofta nú bara skammstafað RML sem er fyrirtæki sem með starfsstöðvar alls staðar í kringum landið og með 50 starfsmenn, ráðgjafa og ráðunauta í vinnu allt land. Svo hefur við líka hótel. Við byggðum á Hótel Sögu á sínum tíma. Bændasamtökin voru til húsa í búnaðarfélagshúsinu sem kallað niður við tjörnina. Eru þar til húsa lengst af á 20. öldinni en eru svo heillengi veltaði fyrir sér hvað þeir ætlaðu að byggja og það var búið að funda þetta ofta á búnaðarþingi og tekin ákvörðun að það skyldi byggja stórt húsnæði sem var góð gistiaðstaða fyrir bændur þegar þeir kemur til Reykjavíkur. Það væri skrifstofuaðstaða og fundaraðstaða til þess að funda og svo væri mikilvægt að væri hesthús líka. Bændahöllin hefur þetta allt saman. Það er veitingaaðstaða, það er gistirými og það er fundaraðstaða en það er reyndar ekki hesthús. Þar sem búgreinarnar sem heyra undir Bændasamtökin eru svo margar og við höfum takmarkaðan tíma til að kynnast þeim öllum, ákváðum við að skella okkur á eins konar hraðstefnumót með fulltrúum frá öllum greinum. Ferðaþjónusta á vegum bænda hefur að öllum líkindum verið til frá upphafi byggðar í landinu en lengst af einvörðungu falist í gestrisni þeirra. Ekki að finna skipulega ferðaþjónustu fyrir en árið þegar Flugfélag Íslands hóf að gefa erlendum ferðamönnum kost á að dvelja á íslenskum sveitaheimilum gegn gjaldi. Ferðaþjónusta bænda var stofnuð af bændum árið 1980 og í þeirra nafni í dag fjölbreytt úrval af gistingu í boði allt land með yfir 180 gististaði af ýmsu tagi. Ferðaþjónusta bænda hefur svo orðið að mikilvægum hlekk í þessari ört stækkandi atvinnugrein sem ferðaþjónustan hér á landi orðin. Ég heiti Jóhannes Geir Sigurgeirsson og ég er ferðaþjónustubóndi á Öngulsstöðum í Eyjafirði. Hvað það skemmtilegasta við að vera ferðaþjónustubóndi? Það eru samskiptin við allt þetta skemmtilega fólk sem kemur og dveilar hjá okkur. Ferðaþjónustubændur almennt eru félagslyndir og hafa gaman að vera innan fólk. Margir pínulítið skrýtnir reyndar. Ég man eftir einu sinni að kom Ítali pantaði 3 manna herbergi. Hann mætti með 2 konur með sér og það stóð þannig á að hann var að fara í 1, 2 og 1 eins og þá horfði hann með skelfingu á konurnar til skiptis, ég vissi aldrei hvað það þýddi. Hvað er öðruvísi við að vera ferðaþjónustubóndi í samanburði við aðrar búgreinar? Hjá okkur mismunurinn kannski minni en annars staðar. Við erum með ferðamennina á básonum í fjósinu. Hins vegar það auðveldara hvað það snertir. Við þurftum að bera fóðrið í kýrnar en ferðamennirnir koma hjá okkur inn hlöðu og borða þar. Hefur einhvern tímann spurt túrista how do you like Iceland? Nei, ég held ekki. Af hverju ættum við að velja ferðaþjónustubændur? Já, ferðaþjónustubændur eru vaxtarbroddurinn í bændastétt í dag, svo það eiginlega sjálfgefið.
Kartöflur eru 4. mest nýtta planta í heimi og svo af helstu nytjaplöntum veraldar sem Íslendingar þekkja best. Kartöflur eru upprunnar í Suður-Ameríku en það var ekki fyrr en árið 1758 sem hinn sænsk-þýski barón Friedrich Hastfer á Bessastöðum uppskar fyrstu íslensku kartöfluna. 2 árum síðar uppskar Björn Halldórsson í Sauðlauksdal kartöflur fyrstur Íslendinga. Kartöfluafbrigði í ræktun skipta þúsundum og mjög ólík að stærð, lögun og lit. Hér á landi eru þó algengustu afbrigðin rauðar íslenskar, gullauga og premier. Samkvæmt útgefnum tölum Hagstofu Íslands framleiddu íslenskir kartöflubændur 9.050 tonn af kartöflum árið 2015. Er gaman að vera kartöflubóndi? Já, það er mjög gaman. Mér finnst alltaf skemmtilegt að vera í moldinni og sjá hvernig uppskeruna verður. Við ræktum premju, fljótbrotnar, svo rauðar íslenskar og gullauga. Og hver er þín uppáhalds? Rauðar íslenskar. Af hverju? Það eru svo fallegar á borði og bragðgóðar. Ég man eftir því að það var 1985 að þá fór illa hjá okkur í roki. Brotnuðu grös og þá sá ég í blöðunum að hérna var svona Sigmund hefði gert skopmynd af hjónum sem voru að taka upp og kona var að reita í garðinum. Og þegar ég las nánar það þá sá ég að þetta var verið að tala okkur hérna á Hraunshmúla. Ef þetta væri keppni milli greina, af hverju myndu kartöflubændur vinna? Já, alltaf ekki bara því að það er svo að ég segi fyrir mig að mér finnst kartöflur ómissandi og get ekki hugsað mér máltíð án kartöflna. Skógar eru sú auðlind landsins sem hvað mest hefur verið gengið á í gegnum aldirnar. Eyðing skóga á Íslandi er einhver sú mesta sem þekkist í nokkru landi en talið er að 97% upprunalegu skóganna hafi eyðst frá landnámi. Skógrækt á bújörðum hófst með markvissum hætti hér á landi árið 1970 með setningu laga Fljótsdalsáætlun. Markmið áætlunarinnar var að rækta skóg í samvinnu við bændur á nokkrum jörðum í Fljótsdal. Í dag eru rúmlega 600 skógarbændur sem rækta nytjaskóg á Íslandi á 50.000 hekturum. Auk þess að framleiða efnisleg gæði eins og trjávið til ýmissa nota, sveppi, ber og fleira, veita skógar landsins samfélaginu fjölbreytta og mikilvæga þjónustu, svokallaða vistkerfisþjónustu. Slík þjónusta getur verið í margvíslegu formi, svo sem að vera vettvangur útivistar, búsvæði margra dýrategunda, jarðvegsvernd, skógurinn skiptir sköpun við miðlun vatns, hann skapar skjól og bindur kolefni. Já, Jóhann Gísli Jóhannsson heiti ég og er skógarbóndi á Breiðavaði. Er gaman að vera skógarbóndi? Já, það er nú mjög gaman að vera í þessu. Þetta hérna, veitir manni svona mikla upplifun að vera inn í skóginum og bara taka þátt í öllu þessu sem er í kringu þetta. Ef þú væri tré, hvaða tré værirðu? Já, ég veit nú ekki alveg hvað við segjum það en ég er náttúrulega sjálfur óttalegur lurkur en ég væri ekki bara lerki þess og auðvitað sem formaður Landssambandsins þá lítur að vera gott að fella það bara. Hvernig týpur eru skógarbændur? Þetta eru yfirleitt glaðværar týpur og svona miklir gleði menn og konur. Ef þetta væri keppni milli allra greina, af hverju myndu skógarbændur vinna? Já, nú gæti ég sagt einhverja Ég veit að ég held að sé nú fyrst og fremst vegna þess að við erum bara horfum svo langt fram í tíman. Við erum tilbúinir að fórna þessu starfi okkar fyrir komandi kynslóðir held ég. Ég held að það sé fyrst og fremst það. Við erum að horfa það langt fram í tíman. Uppruni íslenska nautgripakynsins hefur verið rakinn aftur til landnáms og það er skyldast norska kyninu Sídet Trønder og Nordlandsfe. Öll mjólkurframleiðsla í landinu byggist á þessu landnámskyni og eru mjólkurkýr nú samtals 27.000. Flest eru kúabú á Suður- og Norðurlandi en fæst á Vestfjörðum. Meðal mjólkurnytt skýrslufærðra kúa á Íslandi er 5.850 kíló en í fáeinum tilvikum getur ársnytinn farið upp í 11 til 13.000 kíló. Íslenska mjólkurkýrin er smávaxin en meðal kýrin vegur aðeins 470 kíló. Kúastofnin er einn litríkasti stofn kúa í heiminum í dag og samanstendur af 6 viðurkenndum grunnlitum, rauðum, svörtum, bröndóttum, kolóttum, gráum og sægráum. Ég heiti Jón Elvar Hjörleifsson og er kúabóndi. Af hverju ertu kúabóndi? Ég er bara alltaf langað til að vera innan kýr og ég mikinn áhuga á ræktun. Það eru svo
margbreytilegi persónuleikar, misgóðar og skemmtilegar. Áttu einhverja uppáhaldskýr? Já. Hver er það? Hún heitir Ímynd 1201, fædd 2006 og hún er enn á lífi. Mjólka mikið og geðgóð og gullfalleg. Og hvað ertu með margar? 166. Og þekkir þær allar með nafni? Já, ég tengi nöfnin á þeim við svona gamla kærustur. Hvaða máli skiptir að þessi öflugur kúabúskapur á Íslandi? Það skiptir nú bara öllu máli. Þetta er náttúrulega landnámskyn sem við þurfum að varðveita og þetta er náttúrulega bara hágæða vara sem bændur eru að framleiða hérna á Íslandi. Hvað heldur fólk að þú gerir og hvað gerir í alvörunni? Ég held að fólk haldi í þessi trúður en ég er nú bara í búskap alla daga. Þess vegna eru kúabændur betri en aðri bændur? Við náttúrulega berum þetta uppi, finnst mér. Svínadalur, Svínafell og fleiri örnefni á Íslandi vitna það að svín hafi hér komið við sögu snemma. Talið er víst að landnámsmenn hafi flutt með sér svín þegar þeir komu hingað til lands og að svínakjöt hafi verið ein helsta fæða landsmanna á þeim tíma. Markviss ræktun svínastofnsins hófst þegar leið á 20. öld. Svínabúum á Íslandi hefur fækkað en þau hafa jafnframt stækkað og framleiðslan aukist. Alls er 3500 gyltur í landinu og heildarneysla á svínakjöti rúm 20 kíló á mann á ári en ársframleiðslan 6500 tonn. Sérstaða íslenskrar svínaræktar liggur í góðri heilbrigðisstöðu stofnsins og lítillar lyfjagjafar. Ég heiti Guðný Tómasdóttir og svínabóndi á Ormstöðum í Grímsnesi. Er gaman að vera svínabóndi? Mér finnst svín mjög skemmtileg. Og hvernig týpur eru svín? Mjög þrjósk, ákveðin, róleg, yfirveguð. Ég hef það markmið í mínu búi að þolinmæði þrautir vinnur allar og ef þú þolinmæður svín þá eru svín yndisleg. Hér eru 200 gyltur, það er alltaf mælt í gyltutölu en það gerir svona 2000–2200 dýr inn á búinu hverju sinni, frá pínu litlu upp í stórt. Borðarðu svínakjött á jólunum? Já, hvað annað? Ef þetta væri keppni milli greina, af hverju væri svínabændur bestir? Mér finnst bara bændastéttin í heild sinni svo góð. Það hafa allir sem að það vega upp og meta. Við höfum til dæmis skít fyrir fjárbændur sem þeir sækja til okkar til þess að hafa betri og ódýrari áburð og ég sæki brodd til kúabónda því mér vantar brodd til þess að gefa grísunum mínum. Þetta verður að hjólast allt saman.